Ég ætla þá að fjalla hérna aðeins rannsóknina sem þið eigið að gera sem lokaverkefni. Hún skiptist í þrennt. Þetta sem sagt rannsókn sem á að framkvæma, það það sem í fyrsta lagi. Síðan þarf að flytja kynningu þar sem sagt frá helstu niðurstöðum sem kom út úr þessari rannsókn og skila skýrslu þar sem farið vel í alla þætti rannsóknar og tengt við heimildirnar. Þetta það sem á að gera. Það sem þarf að gera fyrst náttúrulega að ákveða hugmynd og það þarf að skoða vel hvort hún framkvæmanleg. Miðað við tímarammann sem þið hafið, hún nógu stór eða hún kannski alltof stór? Hafið þið tíma til að gera þetta? Og ef þið þurfið einhver aðstofamenn eða eitthvað svoleiðis, ef þetta þannig rannsókn, þá verðið þið að miða við þeirra tíma líka. Síðan þurfið að reyna að skoða hvaða hópur gæti tekið þátt í rannsókninni hjá okkur. Það ekki nóg að fara á stað með rannsókn, þið verða að hafa einhverja hugmynd hópinn sem gæti tekið þátt. Tengist hugmyndin efni námskeiðsins. Það mjög mikilvægt. Hún verður að falla undir eitthvað af þessum atriðum sem við höfum verið að fjalla í vetur. Það ekki hægt að bara gera einhverja könnun. Ég verð að sjáanlega tengingu líka upp á það hvaða heimildir þið ætlið að nota og fleira. Það fyrsta sem þið þurfið að spá í tilgátan og rannsóknarspurningin. Þetta það fyrsta. Hvað held ég? Tilgátan í rauninni bara hvað held ég? Hún gæti byrjað á búist við því að, segjum að ég væri að rannsaka ískaup á landinu, þá gæti ég sagt búist við því að það sé keyptur meiri ís á höfuðborgarsvæðinu heldur en það á Kópaskeri. Eða búist við því að ís sé seldur meira á Kópaskeri af því þar koma fleiri ferðamenn. Eitthvað í þessum dúr, það rannsóknar tilgátan ykkar. Síðan þurfið þið rannsóknar spurningu, hvernig ætlið þið að finna út úr tilgátunni? Og hún verður að vera til staðar því hún stýrir rannsókninni, hún afsannar eða sannar tilgátuna þína. Það ekki hægt að vera með rannsókn nema að vita hvað það sem maður ætlar að rannsaka. Það ekki nóg bara að fara á stað með eitthvað. Og þetta þarf ekki að vera flókið eða neitt þannig, við erum búin að fara aðeins í þetta. Þið þurfið þá að ákveða hvernig rannsókn. Á að leggja fyrir könnun á netinu eða í tölvupósti. Ef þetta í tölvupósti, passa svörin sé ekki rekjanleg. Ef það rannsókn á staðnum þá ætlið að telja þáttakendur, þannig að þið verðið að gera ráð fyrir því að þið hafið þannig tíma og þið séu með það sem til þarf. Ætlið að leggja fyrir spurningar á blaði, það eru nokkrir sem að vilja gera það og þá þurfið þið að reikna með tíman til að pikka svörin inn í tölvu því þið þurfum að vinna úr niðurstöðunum og þið getur ekki gert það bara handvirt eftir því hvað þið haldið að með segjum telja blöðin eða eitthvað svoleiðis. Það ekki hægt. Þið verðið að setja þetta í tölvu. Þannig að það sé hægt að búa til einhver línurit og eitthvað sem maður sér greinilega hvað það sem þið eruð að fá út úr rannsókninni eða niðurstöðunar. Tilvísanir. Þær þurfa að vera settar réttar upp og þið að setja þær eins oft og þarf þegar þið eruð að vinna heimildakaflan ykkar. Þið þurfa að setja þær eins oft og þarf ekki bara, það ekki nóg að setja bara tilvísun einu sinni á síðuna. Þið þurfið að setja við hvert einasta paragraf eða efnisgrein. Það þarf að vera alveg á hreinu hvaðan þetta kemur sem þið að segja núna. Og það verður að setja tilvísun ef þetta ekki efni sem almennt eðlis. Almennt eðlis til dæmis Ísland eyja. Hver forsetinn á þessu hinu landinu? Það einhver almenn þekking sem við eigum að vita. Sérhæfð þekking verður að vera með heimildum og þar á leiðandi tilvísunum. Aldrei að nota tengla sem tilvísanir, þegar nota rétta uppsetningu, þegar vera með höfund og ártal, alltaf. Og muna að munnlegar heimildir kom ekki í heimildaskrá og þær verða að vera nákvæmar og settar nákvæmlega upp eins og við höfum verið að tala um. Mjög mikilvægt að setja ekki punkt á undan sviganum þegar að setja tilvísun. Með því að setja punkt þá þið búin að loka setningunni. Og þá kemur svíin ykkar eins og hann sé sérsetning fyrir aftan. Hann ekki sérsetning. Hann partur af öllu hinu. Þannig að það aldrei að vera punktur á undan sviganum. Hann kemur alltaf á eftir. Og hér eru dæmi hvernig tilvísanir eiga lítið út. Ef það eru erlendir höfundar þá var það Smith 2023. Segir mann heiti John Smith. Þá skrifiði bara Smith 2023. Ef það eru íslenskur höfundur þá það fullt nafn. Anna Kristín Halldórsdóttir 2023. Og þar eiga ekki að líta öðruvísi út heldur þetta. Tilvísanirnar, þar að segja. Nú ég ekki að tala heimildundar sjálfar heldur tilvísanirnar inn í textanum. Heimildasöfnunin hjá ykkur, þið þurfið að vera með 3 heimildir eða fleiri. Þið megið nota munnlegar heimildir úr námskeiðinu
En það fyrir utan þessar 3 heimildir. Ég vil fá 3 alvöru heimildir. Og mér alveg sama hvernig heimildir það eru. Ég ekkert að setja neinar athugasemdir með það. Þið mér nota bara hvað sem En 3 eða fleiri pluss munnlegar heimildir ef þið ætla að nota þær. Þið þurfið að útskýra þetta fyrirbæri sem þið ætla að rannsaka og styðja það með heimildum. Síðan kemur rannsóknin ykkar þar sem þið eru að rannsaka þetta sama fyrirbæri. Nákvæmlega eins og þið voruð að gera í spurningunum í verkefni 3. Þar sem þið byrjuðu á því að útskýra aðeins og svo kom dæmin ykkar. Þetta nákvæmlega það sama. Þið byrjuðu á því að útskýra út á hvað þetta gengur og síðan kemur rannsóknin ykkar þar sem þið eru að rannsaka hvort þetta sé rétt. Hér eru dæmi hvar þið getið leitað að réttri heimilda uppsetningu. Þetta kannski ekki rétti að kalla þetta dæmi heimildir, en þetta upp, hvernig þið setja þær upp. Ég setti það eru munnlegar heimildir, þær eru hér í ritverinu, þær eru heimildir á skemmunni, þær eru öðruvísi settar upp og þið verðið að gæta þess að þær séu settar upp eins og á að gera. Námsritgerðir eru alltaf settar upp á sérstakan hátt. Heimildir á erlendu síðum, það eru það sem flestir eru með. Og ég setti með athuga vel uppsetningu á hljóð og myndefni því það eru nokkri sem eru að nota það og þær verða þá að vera rétt uppsettar samkvæmt því hvernig hljóð eða ef þeir eru með myndir hvernig það á að notast. Og ég vil ekki fá beinar tilvitnanir úr þessu því þið getið ekki verið með beinar tilvitnanir nema að vera þá með nákvæmlega ákvaða mínútu því þetta var sagt. Og ég vil ekki fá það. Ég vil bara fá ef þeir eru með tilvitnanir í svona hljóðefni, þá bara orðiði það eins og þið getið. Það eru líka dæmi hvernig ná að skrá heimildir hjá bæði HR og HA og miklu fleiri stöðum á netinu og þið bara leitið eftir því sem þið þurfið. Heimildaskráin á sér blaðsíðu aftast. Alltaf. Það fer ekkert út frá því. Nota page break þannig að hún fara á réttan stað þannig að standi efst á síðunni, standi heimildaskrá og hún fari ekki niður á miðja síðu eða auð síða á milli eða eitthvað eins og maður sér alltaf oft. Hún á alltaf að vera í stafrófsröð, erlendir höfundar, þá væri það Smith, Jóð og svo allt þetta sem kemur eftir, íslenskir höfundar, Anna Kristín Halldórsdóttir, ártalið og allt það. Mun eftir kommum og punktum og skáleitrun. Þetta mjög mikilvægt, þetta á allt að vera í þegar þið eru að lýsa heimildinni. Ef þið eru ekki með tilvísun í eitthvað efni, þá á það ekki að koma, þá á þið ekki að vera með heimild. Þið getið ekki verið með Önnu Kristínu Halldórs í heimildaskrá ef þið vísi hvergi í Önnu Kristínu. Til hvers eru þið þá með hana í heimildaskráni? Þetta tvennt á alltaf að tala saman. Og þið ekki að nota tilvísun nema hún komi líka fram í heimildaskráni. Ég má ekki segja Anna Kristín Halldórsdóttir sagði þetta og það komi ekki fram í heimildaskráni. Nema náttúrulega ef þetta eru munnlegar heimildir. Þá megi ég gera það. Hér það sem allir að bíða eftir og það lengdin á þessu. Og þetta bara sirka. Forsíðan 1 blaðsíða. Efnisyfirlitið 1 blaðsíða. Útdrátturinn 1-2 blaðsíður. Inngangurinn 2-3 blaðsíður. Aðferðafræðin 1-2 blaðsíður. Niðurstöður 1-2 blaðsíður. Umræðurnar 1-2 blaðsíður. Heimildaskráin 1 blaðsíða. Og þið sjáuð að þið teljið bara ef þið ætla að gera algjörlega lágmark að þá þetta 1, 2, 3, 4 6, 7, 8, 9 blaðsíður með öllu ef þið gerið algjörlega lágmark. Þetta bara svona viðmiðunartölur en það mega ekki fara undir þetta. Ef ég segi 1 blaðsíða þá vil ég ekki fá hálfa blaðsíðu eða 3 línur efst á blaðsíðinu. Það ekki 1 blaðsíða. 1 blaðsíða sem næst því að hún fari alveg niður í botn. Það 1 blaðsíða. Muna, og þetta mjög mikilvægt, að þið aldrei að nota persónufornöfnin ég og við. Þið nota rannsakandi eða eitthvað annað. Þetta fræðileg skýrsla en ekki persónleg. Þannig að þið ætla ekki að segja ég lagði fyrir könnun, heldur gerð var könnun á þessu eða gerð var rannsókn eða eitthvað þess að þar. Aldrei að koma ykkar skoðun eða hvað ykkur finnst. Rannsakandinn hlutlaus aðili sem stendur fyrir utan rannsóknina, horfir, skráir og fylgist með. Hans skoðun ekki það sem verið að rannsaka. Við erum að rannsaka fólkið sem tekur þátt í rannsókninni. Ekki okkur sjálf. Athugið mjög mikilvægt, ekki senda könnunin á stað nema vera búin að prufukeyra hana fyrst á námskeiðshópnum í Facebook. Með því að prufukeyra hana fyrst þá sjáum við strax ef það eru villur. Við sjáum til dæmis ef það eru innsláttarvillur eða ef það eru skrítin orðaröð sem gæti miskilist eða ef það kannski vantar eitthvað inn í eða hvort að eitthvað of mikið. Þannig að við setjum hann á stað, leiðum þeir með hana tilbúna, þá setjum þið linkinn inn í
Facebook-grúpuna og segið væru til ég að svara þessu hjá mér og svo bara hendið því út eða gerið hérna nýjan link. Það ekkert mál og þetta munar ofsalega miklu að senda frá sér efni sem lítur vel út og búið að aðeins að prufukera. Skiptir miklu máli.